og þannig ég þekki rosa vel þennan, þú veist, þekki vel kvíða og ég, og mér finnst alveg hræðilegt að séu börn að þjásta þessu, sko. Þetta er versta tilfinning í heimi, sko. Þetta er hræðileg tilfinning Já. og þetta er einmitt hluti af þessum hegðunarvanda í skólum. Er, þú veist, nú er mikið búið að vera að tala til þess með lestur. Þarna gengið illa að kenna krökkum að lesa. Já. Og það er ekkert óalgengt að við erum kölluð til, það er strákur í 5. bekk, 5. 7. bekk. Þetta er ekkert óalgengur aldur, 5. 7. bekk og mikil hegðunarvandi. Já. Nú erum við komið inn og við erum að fylgjast með og ekkert óalgengt bara, hann kann ekki að lesa. Og það er rosalega kvíði í kringum það. Já. Þú veist, bara félagslega skömm hjá strák í 5. bekk sem kann ekki að lesa. Þetta er raunverulegur ótti við, þú veist, ímyndaðu þér hvað allir krakkarnir myndu segja ef þau myndu fatta það að þú kannt ekki að lesa. Þannig að þetta er raunverulegur ótti hjá þessum krökkum sem brýst fram, það er bara, þú verða hrædd í skólunum, kannski verið látin lesa, hvað á ég að gera ef ég fæ verkefni sem ég þarf að lesa, hvernig get ég komist út úr þessu, þú veist. Og það þetta eru svona krakkar sem að, ég er ekki að segja allir krakkar sem er að missa stjórn og skapi sínu skóla, en þetta er hlut af hópnum sem að missa stjórn og skapi sínu. Þessi krakki er ekki betur settur með að vera sendan eitthvað annað. Þú veist, að þarna, það er miklu betra að ef við getum hjálpað um í sínu umhverfi, að hún sé skapað umhverfi meðal félaga sinna, það sem hann þarf ekki að óttast þetta. Það sé hugsanlega hægt að aðstoða við lesturinn, það sem hann er ekki innan jafnaldra sína og hann er að fá verkefni við hæfi og annað slíkt og það er verið að byggja upp traust hjá meðal, þú veist, á milli hans og skólans og starfsfólks skólans það að, við ætlum bara að leggja fyrir þig verkefni við hæfi. Við erum ekki að fara að láta það fá verkefni sem berskjalda þig, sem að gera þig hræddan. Og við stöndum með þér. Þannig að það getur alveg einmitt rosa mikið er það ekki, náttúrulega þegar ég var krakki þá var vissengin hvað þetta var, lesblinda til dæmis. Þannig að ég á bróður sem er 1 ára eldri og hann gat aldrei lært að lesa og það var óslega og hann upplýði einmitt að hann væri bara heimskur, þú veist, sem hann er alls ekki. Og ég get alveg ímynda mér að þú veist, það sé erfitt að mæta í lestrapróf eða upplestur eða eitthvað og það er alltaf verið að mæla hversu hratt þú lest. Mér það er mitt eitthvað svona, það á ekkert alltaf við. Það á ekki alltaf við, en það er samt, aftur, ég er alltaf að Þú er sérfræðingur. Já, nákvæmlega, en þetta er flókið, það á ekki alltaf við einmitt, að maður er ekki að æfa sig að gera eitthvað, þetta snýst ekki það að geta gert eitthvað rosalega hratt, þetta snýst það að geta gert þetta bara svona leikandi létt, þannig að þú sért ekki að ströggla með hvert orð. En mér þátt að læra að lesa, þú þátt að læra að setja saman hljóðin, þá ertu ekki að vinna með hraðan, þá ertu að vinna með nákvæmnina. Þegar þú ert búin að ná nákvæmninni, þá viljum við fá upp smá hraða. Þannig að þetta, því að ef þú ert að ströggla við orðin, þá fyrir öll hugsunin í að tengja saman stafina. Og þú getur ekki hugsað merkinguna. Þegar sjálfvirknin er komin, sem kemur með hraðanum, þetta fer að renna í gegnum textan, þá fer ekki að hugsa merkinguna, merkingu þess sem þú lest. Skilur. Þannig að þarna gamla daga, þegar ég lærði að lesa CCAs, það er engin merking í þessum texta, þetta er bara að vera að setja saman hljóð, svipu hljóð aftur og aftur, það er bara að vera að æfa þú veist, skiptir ekki máli hvort að CC á ís og ási á ás eða hvernig þessi texti var. Það er bara að vera að æfa sig að setja saman hljóðin til að byrja með. Og svo fer það þegar hraðinn og svona fer að vera að gera þetta léttar, þá fer að geta að lesa í texta og fer að lesa þetta í gags. En það þetta
svo listir bróðið þínum, þú veist, eldklár, þú veit, bara, já, en bara eldklár, sumir bara, einhvern veginn, annarkvort lenda í einhvern vítarhring, þannig að þeir ná ekki að lesa eða, þú veist, eru með lesblindu, þannig að það er mjög erfitt fyrir þá að læra að lesa. Og það er alveg þannig í dag og hefur alltaf verið, það fylgir því ákveðin skömm að geta ekki lært að lesa. Þannig að fer það stundum í taugarnar á mig þegar fólk segir það þurfi ekkert allir að læra að lesa. Það er hægt að, það er aðra leiðir fyrir fólk. Það er tölvur eru fannar að geta lesið fyrir þig og annað slíkt. Það er fullorðið fólk. Ég hef aldrei heyrt neitt fullorðin sem ekki kann að lesa sem er bara, ég feina hafa aldrei lært að lesa. Ég held allir hefðu viljað lært að lesa og það fylgir því ákveðin skömm að setjast á veitingastað með matseðilinn og get ekki lesið hann, skilur. Þú veist að þarna ég er nokkuð viss um það að þetta fólk upplifir smá kvíða í þessum aðstæðum. Já, hlýtur bara að vera.